Það eru með svona finnst hlutir ógeðslegir, eða finnst hlutir ógeðslegir hætti að horfa. Ég ætla að fara yfir nokkur róp sem þú getur notað meðan þú ert að fá að borða kannski á stefnumóti eða eitthvað. Við vorum svona núna að klára máltíð og núna er svona típisku tími til að fara svona að spjalla eitthvað. Þannig að við verðum alltaf ekkert rópa ógeðslega. Við ætlum að sýna hvernig maður gerir þetta low-key. Algjörlega sammála. Það var semst blásturinn. Var alveg rosalega hljóðlátur. Það tekur enginn eftir honum í almenning en ekki blása framan í manneskjuna. Já, þannig sést alveg að henni fannst þetta ekkert skemmtilegt. Það er svona, róp númer 2 er ekki alveg eins lúmskt en ekki eins vondlykt. Það felst í því í rauninni að ekki hreyfa varirnar. Já, einmitt, akkurat, sammála. Algjörlega sammála þér. Þarna heyrði hún hljóð, en ef við verum á kannski stað sem að heyrist mikið af svona umhverfishljóð, þá hefði hún rauninni ekki tekið eftir neinu í þessu tilfelli og þetta er lyktarlaust. Róp númer 3. Þetta róp felst í því að þú ert í samræðum við manneskjuna en allt í einu þarf þú að rópa. En þú reynir að nýta þetta tækifæri meðan manneskjan er að segja eitthvað sem gæti verið fyndið eða þér gæti fundist fyndið að hlæja. Við sjáum dæmi. Já, einmitt, akkurat. Algjörlega sammála. Já. Þetta róp var pínu gerfilegt, þannig að við ætla að sýna ykkur aftur. Í þessu tilfelli er ég að fá með bjór. Hann getur verið rosalega erfiður ef þú ert á stefnumóti. Ekki fáðu bjór ef þú vilt ekki rópa. Dæmi 3, taka 2. Já, skál. Einmitt, já. Já, akkurat. Þarna tók manneskjan ekki neitt eftir því að ég rópaði. En takk fyrir að horfa vinir og ég ætla að hætta að vera ógeðslegur núna. Og núna ætla ég bara að njóta.